kynnum glæsilega nýja samlokusíma frá Samsung, Galaxy Z Flip 7 og Galaxy Z Fold 7. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Komið sæl og velkomin á vettvang spursmála, föstudaginn 24. október. Nú þegar þessi þáttur fyrir loftið eru 10.000 kvenna samankomnar í miðborg Reykjavíkur til að minnast mikils atburðar árið 1975 þegar konur lögðu niður störf til að minna á mikilvægi kvennastétta og mikilvægi þess að við myndum stíga rétt og hröð skref í átt til aukins jafnréttis. Sem betur við hafa margir stórir og miklir sigrar unnist á þeirri braut og nú má segja að staða kvenna og karla sé jöfn í samfélaginu. Vissulega pottur brotinn víða, það beinist gegn konum en líka gegn körlum á ýmsum vettvangi. Og það verður að segjast eins og að það færi betur á því að við myndum öll standa saman í baráttunni. Að það væri ekki bara konur sem að gengi út af vinnustöðum til þess að minna á mikilvægi þessa, við eigum öll að gera það í sameiningu. Það er ekki góð þróun þegar hagsmunasamtök á borð við BSRB stilla konum upp öðrum megin og körlum hinum megin vegna þess að baráttan er ein og hinn sama. Það má líka minna á að víða pottur brotinn gagnvart körlum og karlar hafa rétt eins og konur fært miklar fórnir til þess að koma okkur inn í nútíman og það mikla og góða velferðarsamfélag sem við búum við í dag. Karlastéttir hafa fært fórnir til dæmis á hafinu í kringum landið. Á 20. öld fórust 3.956 einstaklingar og langstærstu hluti þeirra voru karlar sem að færðu miklar fórnir. Kvennastéttirnar margar gríðarlega mikilvægar. Margar konur eru í störfum þar sem að laun eru mjög lág, en það á líka við marga karla. Mér langar til að nefna verkamennina sem að reisa þökin yfir okkur, húsin, stór og smá. Þar verða banaslys með því miður með reglubundnu millibili og þar eru færðar miklar fórnir. Ég nefni þetta ekki til þess að gera lítið úr þessum miklu og stóra degi, heldur til að minna á mikilvægi þess að við erum saman í þessari baráttu. Og sjáiði hvaða árangri við höfum náð. Forseti Íslands er kona. Forsætisráðherrann er kona, utanríkisráðherrann er kona, félagsmálaráðherrann er kona, dómsmálaráðherrann er kona, forseti Alþingis er kona, ríkislögreglustjórinn er kona, heilbrigðisráðherrann er kona, landlæknir er kona, rektor Háskólans á Bifröst er kona, rektor Háskóla Íslands er kona, rektor Háskólans á Akureyri er kona, rektor Háskólans í Reykjavík er líka kona og þannig get ég áfram talið lengi. Í dómstólunum eru fjöldi kvenna starfandi við dómstörf, saksóknarar og annað af þeim toga. Þetta er auðvitað afrakstur linnulausra baráttu, en baráttu sem bæði konur og karlar háðu. Við hljótum að óska okkur öllum til hamingju með þetta og konum sérstaklega til hamingju með daginn. En að vettvangi stjórnmálana, ég hjó eftir því í vikunni að Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, hann var í samtali við Morgunblaðið að ræða gjaldahækkanir sem fyrri ríkisstjórn réðist í gagnvart skemmtiferðaskipum. Sú mikla hækkun og bráða, hún hafði þau áhrif að færri og færri skemmtiferðaskip gera sér ferð hingað til lands og þetta hefur áhrif á hafnarsjóðina og ferðaþjónustuna vítt og breitt um landið. Ráðherrann ætlar að vinda ofan að þessu, segir að þarna hafi verið gengið of hart til verks og hratt og hann vill breyta þessu. Þetta þó sæmi ráðherra og gekk mjög hreint til verks gagnvart útgerðinni í sumar þegar að veiðigjöld voru tvöfölduð í einu vettvangi og útgerðin fekk aðeins hálft ár til að bregðast við. Við höfum spurnir auðvitað af því að útgerðin sé að loka vinnslum, draga úr fjárfestingu og segja fólki. Það eru nefnilega sömu afleiðingar sem koma fram af allt of mikilli skattheimtu á sjávarútveginn eins og ferðaþjónustuna og allar aðrar atvinnugreinar. Mér langar núna til að sýna ykkur bút úr viðtali sem ég tók við merkilega konu, Joan Blank. Hún er Bandaríkjamaður sem býr og starfar hér á Íslandi. Fylgist þið með. Ég kom í júlí 2023. En þú hafði tengsl við Ísland frá fyrri tíð? Já, ég fyrst kom í 1990. Aha. Ég var skiptinemi hér fyrir eitt skólaárið í MS. Aha. Og lærði þá íslensku og kynntist íslensku samfélagi? Já, ég hef mjög góða íslenska fjölskyldun og vinir hér. Mér alltaf langar að koma tilbaka. Fyrir langan síðan ég var hér, mér langar að koma tilbaka að læra íslensku aftur og líka ég hef alltaf góða samband með
fjölskyldan mín og vinur mín hér á Íslandi og mér finnst það gott að hafa tíma aftur hér á Íslandi. Ég heyriði það Íslandi þarf hjúkrunarfræðingur og fjölskyldan mín var mjög opið að hjálpa mér að koma tilbaka og mér finnst það góða tíma fyrir dóttur mín að koma hér og læra hér í menntaskóla, svo við komum tilbaka. Hvernig hefur ykkur verið tekið, ykkur mæðgum á spítalanum þar sem hún starfar og í skólakerfinu þar sem dóttir þín stundar á? Mjög vel, dóttir mín elskar MH. Hún hefur mjög góða tíma og hún núna ekki stressuð líka. Hún var í Bandaríkjunum og hún finnst lífið hér svo frelsið og hún bara alveg 180 gráður snúið. Og ég svo glöð fyrir hana. Og fyrir mig lífið á vinna mikið betri. Og fólkið svo opið og já, stundum sjúklingar svo góð við mig að læra íslenskur og svo gaman fyrir mig að reyna að læra meira og meira hverju degi og já, mér finnst það bara góða, ég svo glöð ég kom tilbaka. Og þú starfar á gjörgæslu Landspítalans í Fossvogi? Já. Þar eru það að sinna veikasta fólkinu í landinu? Já. Það hlýtur að reyna á, vera erfitt? Já, erfitt. Ég kom frá gjörgæslu í Bandaríkjunum og ég læra svona öðruvísi í lítið svona öðruvísi vegna þess það svona frá Evrópu en bara næstum því saman en mér finnst það mjög skemmtilegt að læra meira og meira já, ég elska gjörgæslu. Þú sækir síðan ríkisborgararétt í fyrra fyrir þig og dóttur þína. Já. Af hverju gerirðu það? Sko, dóttir mín, hún 18 ára í maí og hún að fara til Englandi að læra vegna þess hún að læra svona sérstakt prógram og eftir hún 18 ára, hún má ekki, hún ekki undir dvalarleyfi mín. Svo hún fara út og hún má ekki koma heim og vera hér hjá mér nema hún svona ferðamaður. Þá má hún bara vera hér 3 mánuði á ári? Já, ef hún veik til dæmis og hún kom hérna fyrir langar eins og 3 mánuði, hún má ekki. En mér finnst það svona ekki rétt. En Alþingi hafnaði umsókninni? Já. Já, þetta merkilegt viðtal sem birtist í heild sinni í sunnudagsmokkanum þessa helgina. Þetta mál með hreinum ólíkindum. Íslenska þingið, Alþingi okkar, það veitir ríkisborgararétt fjöldamanna á ári hverju. Hér á í hlut kona sem kemur með gríðarlega mikilvæga sérþekkingu sem skortur á í landinu. Henni nánast gert ómögulegt að búa hérna áfram vegna þess að hún hlýtur ekki náð fyrir augum yfirvalda. Þó talar hún líka íslensku. Hún greiðir hér skatta á sitt hús og sem bíl og hér vill hún vera. Það verður að segja þess að maður botnar ekkert í því hvernig Alþingi að afgreiða þessar umsóknir frá öllum heimshornum og að þetta fólk skuli ekki hljóta náð fyrir þeirra augum. Kynnið ykkur þetta í sunnudagsmokkanum en áfram skulum við halda með þáttinn. Hér eftir skammarstund ætla ég að ræða við Eirík Björn Björgvinsson sem varaformaður atvinnuveganefndar þingsins og Ólaf Adolfsson. Það tengist ekki síst þessu stóra mál á Grundartanga þar sem að eitt af 3 álverum landsins í hálfgerðu lamasessi og sú staða mun hafa mjög neikvæð áhrif á þjóðarbúið en ekki síst gríðarlegan fjölda starfsmanna sem að nú í mikilli óvissu með sín störf. Áður en að því kemur munum við hins vegar líta hér yfir stjórnmála ástandið eins og það birtist okkur á samfélagsmiðlum og það engin önnur en Ásthildur Hannesdóttir kollegi minn sem heldur utan þann þáttinn. Gjörðu þið svo vel. Nú fylgir glæsilegur kaupauki með nýjum samlokusímum frá Samsung. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Nýr og alrafmagnaður Kia EV4. Skrefinu á undan. Askja.
Komdu með í skíðafrí til Ítalíu. Brekkurnar bíða þín í ítölsku Ölpunum. Bókaðu þína ferð á úrvalútsýn.is. Skaðabætur, miskabætur, sárabætur, sjúkrabætur, slysabætur, uslabætur, þjáningabætur. Bótaréttur.is 520 51 00. Málaðu heimilið í þeim lit sem hugurinn girnist með Kópa linnimálingu. Svansvottuð og íslensk framleiðsla. Máling. Góð hljóðvist gríðarlega mikilvæg þegar kemur að veljan á vinnustað. Hjá A4 bjóðum við upp á fjölbreyttar og vandaðar lausnir fyrir hvaða rými sem Hafðu samband eða kíktu í heimsókn og kynntu þér hljóðvistar lausnirnar sem henta þínum vinnustað. Framsóknarmenn komu saman síðastliðna helgi til að velja sér nýjan ritara og eitthvað svona aðeins að fínpússa stuðið innan flokksins. Wednesday Addams Íslands, hún Lilja Rannveig, hún var kjörin ný ritari enda langbesti kosturinn. Hún bæði yngst og ef hún raunverulega eitthvað af Addams fjölskyldunni komin, þá það henni þetta til mikils happs að eiga svona auka hönd upp í erminni. Æ, þeir sem hafa séð bíómyndina, þeir skilja. En á þessum formlega og hátíðlega miðstjórnarfundi var aðalpartipúberinn Sigurður Ingi sjálfur sem bara nánast grætti alla gesti og gangandi þarna þegar hann sagðist ekki ætla að gefa kost á sér aftur til formannssetu fyrir flokkinn. En ég meina, hvað þá? Hver þá? Lilja Alfreðs? Já, hún var allavega svo eina sem var clearly ekki með vot augu þarna. Það verður að segjast eins og Togga Gunn svaraði ótrúlega forvitnilegum og skemmtilegum spurningum sem fylgjendur Viðreisnar sendu í gegnum spurningabox á Instagram í vikunni. Margar hverjar alveg mega góðar og spot on, eins og til dæmis þessi. Af hverju viltu frekar styrkja kynvillinga í USA heldur en Íslendinga? Já, svaraði nú, Togga. Það fyrsta, þá það ekkert sem eða heitir að vera kynvillingur. 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 Jú, víst, hér höfum við það. Ekki líður Árnastofnun. Kynvillingur. Kynvillingur. Talandi Bandaríkin og útlönd. Í vikunni fór samfélagið á hliðina þegar upp komst að 3 einhverjar grábölvaðar moskítóflugur höfðu hreiðrað sig hér á landi og allir bara að fara límingunum. Sko, þetta í alvörunni samfélagið sem við viljum búa í? Stingandi moskítós út allt, Starbucks kaffihús á hverju horni og ég veit ekki hvað og hvað. Hvers slags fjölmenningarsamfélag þetta eiginlega að verða? Og hvers á Sigmundur Davíð að gjalda? Vitið þið hvað moskítóflugur eru sólgnar í blóðið hans eða? Í alvörunni, þær eiga bara eftir að éta hann upp til agna og svo vill hann líka bara venjulegt uppáhald kaffi, ekki eitthvað svona útlenskt sull. Kay Frost lætur ekkert stoppa sig þessa dagana, ekkert frekar en alla hina, en nú hefur hún tekið upp á því að ganga bara kokhraust í hús á kvöldmálstímum, eða reyndar bara á öllum tímum sólarhringsins, til að ónáða fólk í dagsins amstri. Aumingja íbúar í Sandgerði, Þorlákshöfn og Hafnarfirði þurfa að sitja undir þessu áreiti alla daga. Í alvörunni, vitleysan hefur bara náð 9 hæðum. Þetta Lionsklúbburinn Kiddi eða þetta ekki forsætisráðherra þessi manneskja? Sjálfi kóngurinn okkar tók þær ófáar sjálfurnar í vikunni og hefur sjaldan litið betur út. Ég verð nú bara að segja það. Mér finnst þess að hann hafi eitthvað lagt af og svo ljóminn í húðinni eitthvað svo næs hjá honum þessa dagana. Þú ert ógeðslega flottur, Pavel. Sigga Andersen líkamsræktarbuff sakaði Daða Má og Viðreisnarliða að vera með alsami læt á dögunum. Þeir muna bara ekkert hvaða mál þeir setja sjálfir á dagskrá. Ég held að væri nú næra Viðreisn færi bara aðeins að hugsa að setja smá dísilolíu á heilan á sér. Ég kannast alls ekki við þær ályktanir sem hún þar að vitna til. Ályktanir og samþykktir Viðreisnar gera ekki ráð fyrir slíku banni svo mér sé kunnugt. Elsku Daði Greiði mátti þola ýmislegt í vikunni en það var ekki bara Sigga And sem í að því að hann væri haldinn einhverjum sjúkdómi, heldur sá Villi Árna líka til þess og sakaði Daða að vera með svokallaða skattasýki sem sko langt því frá að vera meinlaus sjúkdómur. Ætli moskítóflugurnar séu kannski að bera þessa sjúkdóma í menn? Já, ég skal ekki segja. Bleikidagurinn var haldinn með pompi og prakt á miðvikudaginn og sjálfsögðu tóku allir og ömmur þeirra þátt í þeirri veislu til stuðnings Krabbameinsfélagsins. Þó svo að dóttir Simma Gum sé skipulagðri en aðrir og yfirleitt búin að velja sér skóladress kvöldinu áður, þá voru einhverjir sem gleymdu að gera ráð fyrir bleikri múnderingu og sjálfan bleikadaginn, eins og til dæmis Ingibjörg Ísaksen sem reyndar rétt svo náði að beygja af og skellti sér bara í bleik ræktarföt.
Kvennafrídagurinn í dag og honum gleymdi enginn. Það skiptir engu máli hvaða kyni hver og einn tilheyrir. Þessum degi verður ekki gleymt Í vikunni hefur undirbúningur dagsins staðið sem hæst og allir eitthvað að reyna að setja sig í svona girl power gír. Nema kannski Rósa Guðbjarts sem að ákvaða að klæða sig upp á í vikunni og ákvaða að setja á sig eitthvað kallabindi. Nei, nú bara fokið í flest skjól, eða allavega hjá lyklaborðsriturunum á Facebook, En þið getið allavega búið ykkur undir það, kæru landsmenn, að í dag munu konur og kvár, já, við verðum nú að leyfa þeim að vera með í lúpunni, ekki bjóða upp á kvöldmat eða þrif eða annars konar þjónustu. Og börn og eigimenn, þeir munu alveg lifa við að vera vanrækt í einn dag, og hafið það bara. Obba og Diljá Mist voru í það minnsta búnar að elda og baka fyrir alla vikuna, ef að marka má Insta-story hjá þeim og þið bara fáið ekki meira frá þeim. Þær eru bara done and done í dag og já, áfram konur og kvárar og bara áfram allir, áfram jafnrétti, woohoo! Reykjavíkurborg lánaði konum í Baráttuham eitt af gróðurhúsunum sem plantað var á umferðarmannvirki í borginni, svo að þær gætu nú allavega varpa ljósi á þann veruleika sem konur lifa við á Íslandi í dag. Og þetta eru mörg og margvísleg vandamál sem á svo sannarlega uppræta, en vonandi verður þessi gróðurhúsagjörningur ekki til þess að rækta vandamálin enn frekar. Því að í gróðurhúsum þá vex oftast eitthvað, við erum að passa okkur á þessu. Nei, þetta verður allt grósku mikill og blómstrandi baráttuvöxtur held ég. Ég vil allavega trúa því. Orð hafa nefnilega álög, En heiðvirtasti borgari landsins, Heiða Björg borgarstjóri, sýndi allavega svona svipmyndir frá blómlegum haustskreitingum sem að finna má víðsvegar borgina. Þar náttúrulega alltaf allt í sóma og massa blóma, Það hefur náttúrulega bara smittandi áhrif. En hvað ætlið þið samt að gera helgina? Ef þið vitið ekkert hvað þið að gera af ykkur og eru bara algerlega á uppiskroppa með hugmyndir af afþreyingu sem að svínvirkar bæði fyrir unga sem aldna, þá hið heilaga Alþingi með ráð við því. Dyr Alþingis verða öllum opnar helgina og boðið verður upp á hástúrum viljuna, Ég ekki að grínast, Þetta svona once in a lifetime opportunity, krakkar. Ef ég væri ekki að fara að horfa á málingu þarna helgina, þá myndi ég náttúrulega fara, En í alvörunni, skráið ykkur og skellið ykkur í svona hústúrum Alþingi. Góða skemmtun og góða helgi. Komið sæl að nýju. Við þökkum Ásthildi Hannesdóttur kollega mínu fyrir þessa frábæru yfirferð á pólitíkinni, á vettvangi samfélagsmiðlana. Það margt sem gerist þar en fer fram hjá fólki nema við tölum það hér á þessum vettvangi. Við ætlum hins vegar að ræða fréttir vikunar hér við tvær öfluga konur sem að tóku sér frí frá frídeginum og eru mættar hér upp í hádegismóa. Það er Elín Karlsdóttir sem er læknanemi og varaformaður ungra framsóknarmanna og Hlédís Marín Guðmundsdóttir fyrrum blaðamaður og félagsfræðingur og já, komið sæl og blessar. Sæl, takk fyrir. Ættu þið ekki að vera á Austurvelli núna? Já, við erum konur, þannig að jú. Já, en þið látið ykkur hafa það til þess að við getum haldið upp í prógraminu hérna. Það hefði ekki litið vel út heldur fyrir mig að ég hefði verið með tóma karlpunga hér í settinu í allan dag. Nei, einmitt. Þið eru sammála því? Já, í raun. Ég hins vegar kalla á ykkur hér úr ólíkari átt eins og kemur fram í kynningunni vegna greina sem að þið báðar skrifuð og mér finnst ég upplifa svona dálítið svipaðan tón í þeim þó þær fjalli mismunandi efni. Hlédís, til að byrja þér, og þetta er nú grein sem hefur vakið mikla athygli og hún er umdeild, svo maður noti þekkt hugtök í þeim efnum, heitir Þjónn, það er bakslag í beinasóðinu mínu. Einmitt. Hvað er þetta að fara með þessu? Herri, já. Nei, það er vissulega komið mér á óvart hversu mikla athygli þessi grein hefur fengið. Og hún er umdeild að ég tel ekki endilega vegna innihalds, heldur bara vegna þess að fólk er svona svolítið að gera mér upp skoðanir og afstöðu. En ég hef svona innfluttar orðræður hafa verið mér hugleiknar. Og bakslag sömuleiðis. Hugtakið bakslag. Hugtakið bakslag og hversu mikið það hefur verið bendlað við það sem fólk kallar íhaldsógn. Og verandi svona kona sem kemur vinstra megin en svona verður íhaldskona eða íhaldsmaður eins og minn gamli vinnustaður Stundinni, nú Heimildinni hefur titlað mig. Þú varst blaðamaður, varst til vinstri í pólitík og svo er eitthvað sem gerist sem að þau svona setja greinilega fyrirvara við. Já, einmitt. Það er svona
kannski mögulega að reyna fjarlægast allavega því sem þau telja vera skoðanir mínar í dag, en ég hef svona verið bendluð núna nýlega við Miðflokkinn og ég tek það fram að ég er í engu forsvari fyrir Miðflokkinn, en ég mælti á landsþing daginn. En já, þannig að ég svona fór að velta þessu fyrir mig samt bara sem íhaldskona, af hverju það skildi vera svona mikil ógn við jafnréttisbaráttuna, íhaldsgildi, og af hverju eru íhaldsgildin alltaf fjölskylda, heimili, eða eins og kemur þarna fram beinasoð. Þannig að já, þetta er vísun í viðtal sem birtist einmitt hérna hjá Morgunblaðinu við 2 konur sem að tala þessa íhaldssókn, og það er trú á hérna hefðbundnu fjölskyldu eins og hún sé jólasveinninn eða eitthvað. Og ógn við stöðu kvenna. Ógn við stöðu kvenna, og það er, þú veist, að einhverju leyti svona forsenda upphaflega kvennaverkfallsins. Það var að frelsa konur svona undan því að vera fastar og bundnar við heimilið. Þú veist, auka aðgengi kvenna að atvinnulífi og opinberu lífi, og við höfum þetta bara náð gríðarlega miklum árangri þar, en það eru konur áberandi allstaðar. En við höfum svolítið svona kannski sagt skilið við aðra þætti sem að skipta konur máli, eins og bara móður hlutverkið eða bara fjölskylda almennt, og ungt fólk er að upplifa að það bara er síður líklegt til þess að eignast heimili að geta flutt út frá foreldri sínum sæmilega snemma og erum að eignast börn seint, og þannig ég vildi svona fara að setja spurningamerki við þeim, sko, hvort við viljum alltaf vera að heyja sömu baráttu, þú veist, í jafnréttismálum, eða hvort við þurfum að fara að uppfæra bara hver markmið okkar eru, meta stöðuna, hver hefur verið ávinningurinn, hvert eru við komin og hvert stefnum við. Nýjasta hugtakið sem þú nefnir, bakslag, sem að þetta er dálítið svona eins og hugtakið innviðir. Það kemur eitthvað hugtak og það er einhvern veginn yfirfært á allt samfélagið. Nú erum við að í dag, það er hvenna frídagur eða hvenna verkfall, það fyrir nú svona 2 sögum að því hvort þetta er. Þar hefur verið háð mikil barátta, 1975 var mikið verk að vinna. Upplifið þið, og þú, Elín, sem ung kona í háskólanámi, að það sé bakslag, finnst þér ógn af þeirri þróun sem við sjáum í samfélaginu í dag? Sko, mér finnst þetta orð bakslag flækjast aðeins fyrir fólki, því að mér finnst þetta vera svolítið víðtækt hugtakt. Mér finnst þetta ekki einhvern veginn vera já og nei spurning, bara er bakslag eða ekki. Mér finnst það er hægt að benda til ýmissa mála, til dæmis kynbundið ofbeldi. Mér finnst vera bakslag í því, þar sem að bara tölfræðin sýnir að það sé engin bæting í því að allavega vart lítið. En síðan kemur að kannski launamisrétti, að ég veit ekki alveg hvort það sé bakslag í því raun og veru. Og ég persónulega, ég er mikið í stjórnmálum og víðtækustjórnmálum. Ég er bæði í þverpólitísku hlutverki eins og í stúdentapólitíkinni og síðan er ég líka flokksbundin. Mér finnst alveg vera mjög mikið rými fyrir mig sem kona. Mér finnst ekki fólk sjá mig bara, já, þetta er kona. Þetta er bara sterkur einstaklingur sem hefur áhuga á stjórnmálum og bara sinni sínum áhuga í því. Þannig að ég veit ekki alveg með þetta bakslag hvort það sé í raun og veru til staðar, en mér finnst allavega mín skoðun á þessum kvennafrídegi er að bara sé tækifæri til þess að líta tilbaka á söguna, og mér finnst það mjög mikilvægt. Ég meina, það er eftir að spyrja bara af hverju höldum við upp á lýðræðisdaginn, við erum nú þegar með sjálfstæði, af hverju er verið að pæla í því, en það er mikilvægt að líta tilbaka á söguna og sjá hvernig við náum að afreka þessa hluti og þeir séu mikilvægir og þeir megi ekki gleymast. En þetta bakslag, ég veit ekki alveg hvort það sé viðeigandi í þessu samhengi. En nú svo vitnast í þetta viðtal sem að þú talar um, sem að birtist í sunnudagsmokkanum í liðinni viku. Það er beinlínis talað um að konur séu jaðarhópur. Það er merkilegt, og mér langaði líka bara svolítið að svara þarna nokkrum punktum. Ég held að ef það verður bakslag, þá held ég að við séum kannski að framleiða það einmitt með því að vera að velta okkur of mikið upp úr ákveðnum þáttum sem aðgreina konur og karla, og ég er til að mynda bara orðin leið á ákveðni tegund af pólitík sem konur hafa verið að beita fyrir sig. Þetta er svona gellupólitík, má kalla það. Þetta er svona gellur eru í pólitík og gellur eru að gera gellurhlut, og mér finnst þetta að vera niðrandi svolítið. Þú veist, þetta gerir lítið úr konum. Þetta er ákveðin barngerving, og þú veist, ég held að þegar við segjum Stífinn hjá Ríkisstofnun
og allar konur fá frí í dag og það henta mér vel vegna þess að þú bauðst mér að koma og tjá mig. En er ég endilega sammála því að, þú veist, leggja niður störf og strákarnir eiga að taka vaktina? Mér finnst þetta bara skapa skrýtna stemningu milli kynjanna og ég get alveg ímynda mér að við förum að framleiða eitthvað svona bakslag með því að ganga of langt á ómarkvissan hátt. Það verður að tala annað vinsælt hugtak, polarisering eða skautun í samfélaginu. Þegar við stillum þessum tveimur risastóru hópum upp sem allt samfélagið byggist upp meira og minna á, karlar og konur. Og við skiptum í raun og veru í lið. Það er dálítið upplifunin þegar menn segja það er kvenna verkfall, konurnar eru farnar til verið eftir á vinnustöðunum. Er það ekki einmitt tilraun til skautunar? Ég myndi halda það. Jú, að einhver leyti og ég meina þú veist, þú lítur í hugtakið skautun að þú veist, þetta er ákveðin hópar og þeir vilja verja sinn málstað, þannig virkar bara þegar þú tilheyrir einhverjum hóp að þú vilt styrkja hann og bara þóknast honum og það er þú talar Hlédís, varandi það að stundum er ákveðin þinguna að þú þarft að vera með einhverja skoðanir til þess að tilheyra ákveðnum hóp, þú þarft að vera ótrúlega samfelld bara öllu sem til dæmis feminismi talar og bara mér finnst það passa mjög mikið við skautun þessara hópa að þú verður svolítið að vera annarkvort bara algjörlega með eða á móti og það er ekki allir þannig og ég bara, mér finnst þessi skautun, mér finnst hún eiga sér stað og ég veit ekki alveg hvort það sé rétt nálgun varandi það að hafa hann kvenna frídag að þú veist, frekar vilja líta á þetta sem einhvers konar sögulegan viðburð í staðinn fyrir bara, þú veist, ég held að allir átti sig á því að þegar bara annað kyn hættir að vinna, það mun hafa áhrif á samfélagi í heild sinni. En við erum ekki beint í hættu á því og mér finnst þau vera að flytja inn alls konar orðræður. Nú var ég sökuð að vilja bara taka allir réttindi af konum. Þú veist, út af þessum augljóst. Og ég bara myndi sko, þú veist, ég gef engin réttindi eftir. Mér líður ekki eins og síðan að reyna að taka þau frá mér og þú veist, og ég held að kannski að vera bendlið við miðflokkin, það eru margir sem að gera miðflokknum upp skoðanir hvað það varðar. Þetta eru innfluttar orðræður. Þú veist, þetta eru innfluttar orðræður og þessi einhver að koma inn og taka okkar réttindi bara, ég held að ef við viljum að hafa þetta sem sögulega viðburð þá er karlar að fá að mæta líka, þú veist, og við eigum að vera svona saman í þessu og þá segja við höfum unnið rosalega mikið stórt verk og mikilvægt. Karlar eiga alveg aðild í því líka, þú veist, við erum öll saman í þessu, þú veist, og ég held að karlar og konur séu saman í liði, en mér finnst þetta að vera óþarflega útilokandi og aðgreinandi. Þú nefnir áhugavert hugtak sem að ég hef ekki velt fyrir mér áður, gellupólitík. Í hverju birtist það? Geturðu útskýrt það nánar? Já, ég sé þetta, þú veist, þetta er svona áhugavert myndmál og það er alls konar svona kvennahópar, þetta er mikið í kringum þessa svona feminismi sem að framleitur svolítið út á stemningu. Það eru svona kvennahópar, þetta er svona gælur að gera eitthvað saman og þetta verður svona, ég byrjaði bara að hugsa þetta nýlega og ég sá svona einhverja viðburði á Facebook og þetta var ég þurfti að segja, þetta er bara efni í sér pistil sem að ég get aðeins svona greint þetta betur. Sem þú birtir í Morgunblaðinu? Að sjálfsögðu. Já, best að gera það. Já. En já, þetta er svona, það er ákveðið myndmál og þetta er svolítið byggt á þessum svona intersektional feminisma. Þannig að þú veist, þú sér kannski svona einhver plakkut og það er svona ein hvít kona og þú veist, og ein með afró og þú veist, það er alla saman og þetta er svona stemningsdæmi. En það verðist alls óljóst fyrir mér hvert markmiðið er annað en að hittast og hafa gaman, sem er gott og gilt. En þetta er farið að vera svona of mikið gert út á það að konur séu ekki alvarlegt fólk og mér finnst konur oft sjálfar í þessum hópum vera að gera út á það. Birtist þetta í Valkyrju myndinu þar sem að þær eru að syngja saman upp á sviði með mjög reglubundnum hætti en misjöfnum árangri? Já, og eina manneskjan þarna sem verðist ósnortin af þessum stimpli er Kristrún, hún er mjög alvörugefin kona, þú veist, og hún er mjög heppin að vera með þennan svona hvíldarsvip sem að, þú veist, verðist svona ekkert loða við hana en þetta er orðið svolítið mikil gælupólitík og ég set líka spurningamerki við að alþingismenn og konur sé að taka einhverju stemningsmyndir á þinginu
deila á samfélagsmiðlum, þú veist, þetta er að við erum farin að sýnast vera óalvarlegra fólk en við mættum kannski vera. Það náðu nú nýjum hæðum þegar aðstofamaður utanríkisráðherra var að taka af sér glennulega sjálfur í útför páfans í Róm. Það er dálítið undarleg uppákoma í alla staði. Já, hlýtur að taljast. Heyrðu, en þetta er mjög áhugavert mál og við þurfum að taka þessa umræðu áfram, en svo er það íslensk tunga. Við erum að tala íhaldssemi og annað og þú ert nú starfandi innan íhaldsflokks að mörguleyti, Framsóknarflokkurinn elstur flokka og eins og það er, þú er áhyggjur á íslenskunni. Já, það ger ég. Og þú treystir ekki stjórnmálamönnum til að taka á þessum vanda sem við blasir. Ekki eins og staðan er nú. Mér finnst bara ríkja mjög mikið aðgerðarleysi þegar kemur að þessu máli og mér finnst einhvern veginn núverandi stjórnmál og sérstaklega núverandi menntamálaráðherra og barna. Mér finnst hann ekki átta sig á alvarleika málsins og finnst mér framkoma hans varðandi þessa umræðu og varðandi þetta mál. Mér finnst það bara svolítið skammarlegt ef ég að vera alveg hreinskilin og finnst mér líka mjög athyglisvert að ríkisstjórn stefnir á því að draga úr fjárframlagi þegar kemur að íslenskukennslu til útlendinga sem er eitthvað sem skiptir mjög miklu máli, sérstaklega hvernig samfélagið er að þróast varðandi það. Þannig að ég bara hef virkilega miklar áhyggjur af þessu. Hvernig finnst þér þetta birtast í framgöngu ráðherrans? Bara kæruleysi og áhugaleysi bara hann sópar þessu einhvern veginn undir teppið og segir að þetta skipti ekki máli sem að bara ef þú hefur ekki tök á þínu móðumáli, ég skil ekki hvernig það geti ekki verið bara að það sé stór mál sko og ég meina þegar kemur að þróun grunnskóla þegar kemur að námsárangri grunnskólabarna að það er bara við erum að skora bara fyrir neðan allar hellur þegar kemur að viðmiðum og ég held sko, það er búið að vera mikið umræðan hvort það sé foreldris vandamál eða ekki, að sjálfsögðu það og uppeldi skiptir mjög miklu máli þegar kemur að þessu en bara þegar við lítum á heildarstöðuna á landsvísu að bara námsárangur í grunnskólum hvar sem er á landinu, hann er bara virkilega lakur og bara þarf að bæta það, þannig að þá finnst mér að stjórnvöld eiga lítið í eigin barm og bara gera eitthvað í þessu einhvern veginn. En foreldrar þurfa að lesa með börnunum sínum og þetta er verkefni bæði heimilana og skólana, fjölskyldnanna. Algjörlega, en við eins og vorum að ræða aðeins áðan þá nutum við báðar þeirra forréttinda alast upp á þannig heimili, bóka heimilum, þú veist, og þessar haldið að manni. Þetta eru einhver mestu forréttindi sem ég hef verið aðnjótandi í mínu lífi. Eftir á að hyggja. Það áttar sig ekki á því á meðan það stendur. Þetta var ekki eitthvað sem íslenskt menntakerfi gerði og nú var ég bara í var í matarboði hjá vinafólki og þau eru með alveg fluggáfaða litla stelpu í fyrsta bekk sem var löngu byrjuð að lesa áður en hún byrjar í skólanum og hún fær ekki aðgang að bókum við hæfi þrátt fyrir að foreldrar hennar sé að óska eftir meira krefjandi lesefni, auðvitað sýna þau uppeldinu metnað og fara með hann á bókasafni og svoleiðis. En hún er að klára vikuskammtinn af lesefni sem skólinn er að skrifa upp á. Bara, hún las þetta upp átt fyrir okkur nokkrum sinnum og vildi að við tækjum upp orð á mínútu. Það var vikuskammturinn? Já, og hún gerði þetta bara, þú veist, á 10 mínútum og svo var hún alltaf að lista aftur og vildi lesa hraðar og telja orðin og svona. Mér finnst ótrúlegt að skólinn sé einhvern veginn að hindra þetta, þannig að við erum þetta er stærsta stéttamál okkar tíma. Ef við ætlum að gera foreldra að öllu ábyrga fyrir þessu, að fólk hefur bara mikinn tíma og fólk hefur bara líka, þú veist, mismikinn skilning að þekkingu á því að kenna lestur og Við höldum líka úti einu dýrasta skólakerfi í veröldinni og þá má gera kröfur til þess kerfis. Ég get talað af einn reynslu þar að eitt af vandamálum er að skólinn og heimilin tala ekki nægilega mikið saman að því það búið að til dæmis taka heimaná meira og minna. Þannig að foreldrar hafa ekki innsýn inn í það hvað börnin er að gera og það þarf að auka á þetta. Menn segja, já það gengur ekki, það eru svo margir foreldrar sem að sinna ekki skyldum sínum í þessu efni, en á það að koma niður á börnum þess fólks sem að þó sinnir sínum skyldum. Á alltaf að lækka samnefnaran þar til að ekkert verður eftir. Lækkum rána. Lækkum rána, það er best. Aðeins pólitíkina,
Þú varst á landsþingi Miðflokksins. Það mikil sigling á þeim flokki núna, fylgið eykst og mikil stemning. Já, Snorri tekur sér vel út. Ég held að þessi meðbyr svolítið að koma þarna. Já. En það líka bara... Er hann að stunda gælupólitík? Nei. Er það ekki? Hann er alvarlegur maður. Og bara gaman að sjá hann og Simma saman. Þetta minnir nú svolítið bara á gömlu góðu dagana með Simma og Bjarna hann fyrir allt, já. Áður en allt fór í... Skrúuna, já. Fyrir þarna vöflu sumarbústaði ferðina sem að Bjarni varð gráhærður bara yfir eina helgi. Já. Nei, það gaman að sjá það einhvern veginn svona saman. Það stemning í kringum flokkin vegna þess að eins og við sjáum fólk svolítið að snúa til íhalds. Það komið með nóg af dellunni. Of mikill réttrúnaður getur ekkert annað gert en að ýta pendúlnum í hinn áttina. Og ég held að þó ég sé engu forsvari fyrir þennan flokk, þá bara ber ég sterka taug til hans. En ég held að hann alveg töluvert mikið inni. Gæti þetta forsvar breyst? Það styttist í sveitarstjórnarkosningar og menn að velta fyrir hverju farir fram fyrir flokkana meðan í borginni. Ert þú ekki kandidat í það? Já, það verður að koma í ljós. Þú gefur ekkert upp það? Nei. Þú ert í stúdentapólitíkinni eins og nefnir og hjá ungum framsóknarmönnum. Upplifirðu þennan pendúl vera að færast á þessum sviðum til þess innan háskólana sem nú almennt frekar og kannski full róttækir að mati margra? Já, á einhverju leyti. Ég sem sagt í Vöku, félag lýðræðissinnaðra stúdenta. Í gamla góðu félagi? Já, að sjálfsögðu. Og við erum búin að vera í meirihluta núna seinustu 2 ár. Og þannig ég myndi alveg segja að það sé nógu góð sönnun til þess að það hægt að benda til þess að ungmenni og háskólanemar séu að færast meira til hægri. Við erum talin vera hægri flokkur og síðan Röskva vinstri. En mér finnst það líka sjást í andstæðingunum mínum, Röskvu, að þau voru nú að gefa út blað, Röddina, og það grein eftir nýkjörinn formann ungra jafnaðarmanna, Jóhann, að hann talar bara hans komið nóg af loftslagsmálum, hann nenni ekki að pæla í þessu, hann vill bara geta keypt sér nikotín án þess að hann verði blankur á því. Og mér finnst mikilvægustu þarfir mannsins. Algjörlega, og mér finnst að vera einhvern veginn líka, maður sér það ótrúlega mikið á samfélagsmiðlum þegar þú ferð í kommentakerfi, sérstaklega bara á TikTok sem dæmi, að það mjög mikill grundvöllur varðandi þess að, ég vil ekki segja öfga hægri, en mér finnst almennt talað að ungmenni sé að fara til hægri og svo sem það eðlileg breyting held ég þegar þú lítur tilbaka á söguna, að maður bara flikast alltaf á milli hægri og vinstri og ég meina þegar ég að vaksa upp úr grasi bara í kringum fermingaára að þá var bara ef þú varst unglingur og hafðir einhvern áhuga á pólitík þá varstu vinstrisinnaður. Það var bara tíðarandinn varðandi hversu sterk jafnréttisbarátta var og umhverfismál, ég meina Greta Thunberg var bara alveg á hápunkti og bara eina sem fólk talaði á tímapunkti. Og ég held að sé svolítið að breytast núna og hægt að líta á bara hvernig það að lifa nú til dags. Það ótrúlega dýrt að lifa. Og við viljum fá betri kjör þegar kemur að því, sérstaklega ungmenni og það mjög erfitt að komast af foreldraheimili sem að flestir vilja nú og ég held að það sé bara svolítið speglun á samfélaginu að ungmenni sé að færast meira til hægri. Talandi um Framsóknarflokkinn, Sigurður Ingi var nú viðtalið hér í vikunni, hann að hætta, það eru stór tíðindi, hann einn af stórleikurunum á hinu pólitíska sviði hér á landi síðustu áratugum. Já. Hver tekur við af honum? Það góð spurning. Það nú ekki ég get nú sagt það hér, en það nú enginn búinn að tilkynna framboð eins og staðan nú, en það náttúrulega nokkur nöfn sem að fólk nefnir, það kemur að þessu, það Lilja og Einar og sömuleiðis hef ég heyrt aðeins tala Willum. Ég hef svo sem ekkert áhyggjur af næsta formanni Framsóknarflokksins. Ég held að sá einstaklingur verði bara mjög hæfur og ég held að sé bara svolítið tímaspursmál hvað mun gerast þegar fólk byrjar að tilkynna framboð sitt. Nú sér maður í opinberri umræðu menn telji Framsóknarflokkinn hafa mist einhvern veginn erindi sitt þegar samvinnuhreyfingin farin og flokkurinn orðinn meira en aldargamall, fylgið mjög daburt. Heldur að flokkurinn eigi sig viðreisnar von? Viðreisnar von, það góð spurning og ég myndi alveg sammála þess að við verðum svolítið að fara í naflaskoðun þegar kemur að hvert erindi Framsóknar bara ekki einungis á þingi heldur líka bara sem stjórnmálaflokkur. Og mér finnst einhvern veginn, ég fæ ótrúlega mikið gagnrýni frá mörgum sjálfstæðismannavinum mínum og sömuleiðis
einhverjum samfélkingavinum mínum, bara hvað stendur Framsókn fyrir, hver ykkar baráttumál og mér finnst vera svolítið stefnuleysi, allavega það viðhorf almennings á flokkinn í heild sinni að það stefnuleysi og það svolítið bara, við erum svolítið að fylgja öðrum flokkum og bara segja það sem vinsælt einhvern veginn þannig. Tækifærissinnaður, ekki bara best að kjósa Framsókn? Ekki bara best að kjósa Miðflokkinn? Nei, ekki þetta frá okkur. En hefur, má ég spyrja, telur þú Framsókn að sviki landsbyggðina? Það góð spurning og svo sem ég sviki og ekki sviki, mér finnst Framsókn vera einhvern veginn eini almennilegi talsmaður landsbyggðarinnar og landbúnaður sömuleiðis. Mér finnst til dæmis, ég veit ekki hvað núverandi ríkisstjórn að gera fyrir landsbyggðina og sömuleiðis landbúnað, en mér finnst nú fullt dramatískt að segja að við höfum svikið það. Þú að vitni eitthvað sérstakt eða? Það var svona tilfinningin kannski þegar Framsókn fór að virtist svolítið fara að glata umboði sínu og fór að snúa sér dálítið mikið að borgarmálum og svona menningarmálum, listamannalaunum, ég geti ímyndað mér að þetta hafi strokið mörgum mótæris á landsbyggðinni. Algjörlega og mér finnst nú svo sem eðlilegt að fólk mótfallið því og ég get alveg að einhverju leyti verið sammála þess og mér finnst bara mikilvægt einmitt núna hvernig staðan á flokknum að við förum aftur í grasrótina. Það ástæða okkur við erum kallaður bændaflokkurinn og bara við megum ekki búast við því að þetta fólk kjósa okkur bara þegar frá landsbyggðinni. Það alveg fullt af flokkur sem eru líka að reyna að þóknast landsbyggðinni. Þetta 1/3 af landinu og íbúum landsins. Þannig að mér finnst einmitt mikilvægt að tengja aftur við þessa grasrót að bara ég meina við erum elsti flokkurinn á þingi einmitt núna, það ekki ástæðulausu og ég held við verðum bara svolítið að hugsa okkar gang af hverju það sé og ekki reyna að þykjast vera einhver annar flokkur en við erum í raun og veru. Þetta mjög forvitnilegt. Við erum að fara að ræða atvinnumál hér rétt á eftir við aðra góða gesti. Ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna og upplýfgandi og gott spjall jafnréttismál, íslenskuna og pólitíkina. Við erum hins vegar ekki hætt því að við ætlum að ræða hér pólitíkina og atvinnulífið. Þeir eru að koma hingað eftir örskamma stund Eiríkur Björn Björgvinsson sem varaformaður atvinnuveganefndar þingsins og situr á þingi fyrir Viðreisn og Ólafur Adolfsson sem þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins og þingmaður Norðvesturkjördæmis þar sem aldeilis stór tíðindi urðu í vikunni þegar að Norðurál nánast lamaðist. Fylgist þið með. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Ristnan á leiðinni niður. Gott eða slæmt? Cardio. Einfaldari útgjöld. Klæddu bygginguna í stíl með álklæningu frá Límtré-Vírnet. Íslensk framleiðsla, nýsköpun og áratuga þekking. Kynntu möguleikana á limtrevírnet.is. Þú finnur allt fyrir útivistina í Sportís. Kíktu við í Skeifuna 11. Ert þú búinn að kíkja á fitnessport.is? Fjölbreytt úrval af fæðubótarefnum fyrir fólk á öllum aldri. Fitnessport.is. Fyrir fólk eins og þig. Þú færð allt fyrir golfarann hjá okkur, Örninn Golfverslun og örningolf.is. Komdu og reynslaktu glænýjum Toyota Land Cruiser 250 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra. Þeir eru komnir hingað til mín upp í hádegismóa úr þinginu. Ólafur Adolfsson, þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins og Eiríkur Björn Björgvinsson sem varaformaður atvinnuveganefndar þingsins og situr eins og kunnugt á Alþingi fyrir Viðreisn. Velkomnir báðu tveir. Takk hérlega. Ég ekki að kalla ykkur hér að gleðilegu tilefni atvinnuveganefndin. Hún hefur verið að funda, ég leyfi mér að segja á fullu, út af atburðum sem áttu sér stað upp á Grundartanga. Hvernig blasir þetta við? Sko, atvikið blasir náttúrulega við bara sem mikið áfall en við vitum náttúrulega ekki í rauninni hverjar afleiðingarnar verða ennþá og það var full ástæða til þess að hitta fulltrúa fyrirtækisins og svo þá aðalega sem að tengjast málinu á fundi bæði í gær og í morgun og við erum búin að eiga bara fínt samtal
Þetta náttúrulega allt saman á trúnaðarstig eins og en við getum þó allavega sagt það að það unnið á fullu á megum fyrirtækisins að því að allavega greina á stöðuna og það gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að fá sem bestar upplýsingar fyrir þingið því að við þurfum að vita hvernig við getum með bestum hætti brugðist við, það að segja hvernig getum við stutt við. Við eigum þetta kerfi sem að eitthvað lítið grípur fólkið ef mjög illa fer en við þurfum að skoða umhverfið líka og þá tengist þetta fleiri áföllum sem við höfum þetta orðið fyrir náttúrulega núna á haustdögum. Er þungt hljóð í fólk þegar menn að teikna stöðun og greina þetta alvarleiki málsins einhvern veginn að birtast jafnt og þétt? Já, málið náttúrulega graf alvarlegt en það var nú merkilegt að menn eru samt bjartsýnir og vinna þetta mjög faglega og það kannski ekki óvart, þetta allt saman fagfólk. En að lenda í þessari stöðu þýðir bara það að það fer af stað ákveðið ferli sem að mjög mikilvægt að vanda sig í og þess vegna mjög mikilvægt fyrir okkur að hafa allar upplýsingar það hvað verið að gera því að svo stjórnvöld getur þá líka brugðist við. Og ég veit að fjármálaráðuneytið líka að vinna í málum sem snúa við þekkjum náttúrulega með Bakka til dæmis en líka gagnvart Norðuráli. En þetta voru mjög mikilvægir fundir bæði í gær og í morgun og ég reikna með að við höldum áfram að eiga þessi samtöl. Ólafur, ég veit að þú ert í grunninn Ólsari. Já. Þú tekur það yfirleitt fram þegar ég kenni þig við Akranes en þú ert auðvitað þingmaður Norðvesturkjördæmis og ert frá Akranes hefur verið meðal með þinn rekstur þar áður en fórst inn á þingið. Akranesingar heyrir maður mjög uggandi yfir þessa stöðu. Já. Enda ástæða til í raun. Við erum náttúrulega með 60% af innaflinu á Grundartanga sem að býr á Akranesi, þannig að við reyðum okkur á útsvarsgreiðslur þar. Við tekum undir með Eiríki, þetta hafa verið góðir fundir bæði í gær og í dag. Í gær fengum við fulltrúa fyrirtækisins og þeir lýstu því bara fyrir okkur ágætlega hvar þeir eru staddir á þessari vegferð að meta niðurstöðu þessa tjóns og hvað til ráða. Og þau munu gefa sér einhver tíma í það og meðan að sá tími líður þá kannski býðum við þetta eða undirbúum allavega aðgerið þá mögulega til hjálpar. Nú við fengum einnig fyrirsvarsmenn Samtaka iðnaðarins og það var, mér fannst nú frekar þungt í þeim hljóði, varandi iðnað almennt og samkeppnishæfni geirans hérna og ljóst að það hallar á okkur núna. Og í dag fengum við síðan Vilhjálm Birgisson, þann öfluga mann á Akranesi og hann fór yfir svona vinnuhliðina á þessu og við hverju mætti búast og ég ætla að segja að Akranesi hefur fengið nóg áföllum núna í gegnum þessa síðustu tíð sko og eiginlega það er umhugsunarefni að hvort það sé ætti ekki að vera til í rauninni einhver ráð fyrir bæjarfélagins og Akranesi að reiði sig í rauninni kannski á ákveðna einsleitni í atvinnu. Hann nefndi til dæmis stöðu okkar varðandi fiskveiðar þar sem við mistum frá okkur kvótann á sínum tíma og svo núna þetta áfall með Norðurál skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli að við náum vopnum okkar að nýju hvað það varðar og ég þykist nú vita af fundinum í morgun líka af samtalinu við Vilhjálm að það fullur hugur í fólki að takast á við þetta verkefni og það mun allir leggja sitt af mörkum, trúi ég. En nú á síðustu árum leyfi ég mér að fullyrða að það hafi verið neikvæð umræða í garð álverna. Það dregin upp mynd að því að þetta sé mengandi stóriðja og sé að taka mikla raforku og við séum að leggja landið okkar undir þetta. Kemur ekki ljós þegar svona áfall verður hversu gríðarlega mikilvægar þessar 3 verksmiðjur eru? Maður skoða bara hagtölurnar, bara útflutningsverðmætin úr einni svona verksmiðju. Þetta eru gríðarstórar upphæðir. Vissulega og það er alveg rétt sem út að segja að fólk kannski átt að segja því þegar að áfallið dynur yfir. Nú gerist þetta þannig að þetta er náttúrulega óhapp og það er náttúrulega erfitt að fá það í rauninni svona yfir sig hvernig maður getur ekki undirbúið sér fyrir það. Nei. Það er öðruvísi þegar hlutin gerast með öðrum hætti, þú kannski hefur tækifæri til þess að undirbúa þig. Þetta er bara eins og þrum úr heiðskíru lofti? Já, ég meina þetta er bara eins og hvert annað, eins og bara segja áfall. En að því íraði varandi álverin almennt, ég var nú bæjarstjóri fyrir austan á sín tíma þegar við vorum í uppbyggingu bæði á Kárahnjúkum og álverin á Reyðarfirði
og við þekkjum alveg umræðuna sem var þá, mjög neikvæð umræða að hluta til í samfélaginu. En við verðum líka að halda því til haga sko, að það líka jákvæð umræða, hún ekki bara neikvæð. Menn átta sig alveg á því hvað þetta atvinnuskapandi. Hér erum við að tala í þessu tilviki hérna á Norðuráli, við erum að tala 600 störf, við erum að tala 1000 afleidd störf. Þetta náttúrulega gríðarleg áhrif sem svona verksmiðja hefur. En svo þetta mjög mikilvægt fyrir okkur að halda því til haga að þessi iðnaður, hann þarf auðvitað líka að gæta sín sko þegar kemur að umhverfismálum og ég veit að þau gera það. Það er mjög mikilvægt að halda því að þeim líka. Þetta hefur áhrif á umhverfið, sérstaklega ef ekki farið varlega. Ég að segja það. Þannig að ein hliðin svo að horfa út frá mannafla og hvað við höfum mikla tekjur af þessu og hinn hliðin auðvitað svo að það skiptir ríka máli að við séum í sátt við samfélagið og umhverfið. Nú liggur fyrir að það verður þetta tekjufall framleiðslu stöðvun á stórum hluta í marga mánuði. Sjálfgefið að þessi verksmiðja haldi áfram starfsemi hér? Gætu við í verstu mögulegu sviðsmynd horft upp á það að menn pakki bara saman og hætti þessu? Já, ég vona þetta til þess kom ekki en það hefur svo sem verið rætt bæði núna og áður að meðan að við búum ekki umhverfi hér sem vinnveitt þessum iðnaði þá séu þetta uppi svo hætta að til dæmis ef eitthvað svona áfall verður að menn ákveða það bara að pakka saman og reyna eitthvað staðar annar staðar og því ríður mikið á því að samkeppnishæfni iðnaðar á Íslandi verði bætt og það eru ákveðin atriði sem við getum klárlega framkvæmt í þeim efnum. Eins og hvað? Já, til dæmis eins og gagnvart raforku. Það hefur nú verið þannig að í gegnum tíðina hafi raforkan verið kannski mesta aðdráttarafli fyrir það að þessi fyrirtæki kæmi hingað. Þetta auðvitað orkusækin iðnaður og þetta þá kannski gulrótin sem við höfum haft. En ef maður horfir á stöðuna eins og hún í dag, þá erum við að baki öðrum þjóðum hvað það varðar. Vil ég þar kannski nefna til dæmis eins og Norðmenn. Raforkuverð hærra á Íslandi og kannski ekki, sko, ég held reyndar að raforkuverði sé alveg samkeppnishæft. En það þessi flutningskostnaður sem að virðist vera einhvers konar, ég ætla að leyfa mér að segja, sé bara hindrun eins og staðan í dag og við þurfum þingmenn að gera eitthvað í því máli. Það alveg augljóst eftir fundi dagsins. Flutningskostnaður á raforkunni eða vörunni? Flutningskostnaður á raforkunni. Það vandamálið. Bara bæta aðeins við þetta, sko, það var engan bilbú á forsvarsmönnum fyrirtækisins að finna eða heyra. Þau töluðu það að fara af stað aftur. Þau eru búin að fjárfesta alveg gríðarlega í mannvirkjum og innviðum á Grundartanga. Þannig að þau gera allt til þess að koma þess að stað aftur. Og það náttúrulega bara okkar hlutverk að reyna að tryggja það að það geti gerst. Talandi starfsfólki sem okkur efst í huga á þessum tíma. Þetta náttúrulega svo stórur mikil fjöldi af fólki og þessi afleitu störf ekki síður vegna þetta hefur áhrif á fleiri fyrirtæki, ekki bara Norðurál, að þá skiptir rosalega miklu máli að þetta fólk sé til staðar þegar verksmiðjan fer af stað aftur. Og þá skiptir máli hvernig við höldum utan um það, hversu svo sem langan tíma þetta mun taka. En ég ætla að leyfa mér að vera bjartsýnn á það, já, að þetta fari í gang, en þetta mun taka tíma og það eru ýmsir svona tæknilegir þættir sem að verður að passa upp á í þessu, ekki síst hvað snýra rafmagni vegna þess að þetta er heildarkerfið, rafmagnskerfið okkar sem er undir líka í þessu. Það hvíslað að það kunna að koma til uppsagnar að 200 manns missi vinnuna allavega tímabundið. Kemur til greina að stjórnvöld grípi einhvern veginn þannig inn í að fyrirtækið taki ekki slíka ákvörðun? Bakki fyrirtækið með einhverjum hættu? Það hefur ekkert verið rætt og þessu stíði, það bara 3 sólarhringar síðan þetta gerðist. Þetta fara með náttúrulega bara eins og segja yfir stöðuna, við þurfum að skoða hvað sviðsmyndir eru geta komið upp. Við erum náttúrulega eins og segja, við erum með ákveðið kerfi sem að grípa fólk sem að lendir í þessari stöðu. Það okkar hlutverk að tryggja að umhverfið sé í lagi, þannig að þegar fólk kemur tilbaka og að sjálfsögðu okkar kerfi sé þannig að við höldum utan við. Þá með því að skapa hugsanlega önnur störf og svo framvegis. Þannig að okkar bara fókus á verkefninu. Stefán, ég vil kannski bara nefna aðeins að það hefur líka verið unnin töluverð vinna upp á Grundartanga. Það sem hefur verið að vinna, aðilar hafa verið að vinna, þróunarfélag á Grundartanga hefur verið að vinna því að skoða ákveðna sviðsmyndir með að koma þangað upp til með aukna starfsemi og þannig að ég tel að það væri alveg hægt að leggja aukna áherslu á þann hlut og þá gætum við alveg séð
tiltölulega öra uppbyggingu á Grundartanga og ég ætla að mér að segja bara einn af bestu stöðum á landinu til þess að setja hér upp ákveðna starfsemi. Við erum með góða höfn, við erum með nægt landrými og góða tenginga við rafmagn. Þannig að það eru tækifæri. Það eru klárlega tækifæri og ég held að við hefum kannski ekki að mála myndina og svarta eins og staðan er núna af því að við þurfum að gefa fyrirtækinu tækifæri til þess að meta nákvæmlega þetta tjón og síðan ráðum okkar í framhald af því. En það eru klárlega tækifæri þarna og ég á nú von á því að innan ekki langs tíma muni til dæmis koma fram frá þróunarfélaginu yfirlýsingar aukna starfsemi á Grundartanga. En við sjáum bara þegar þetta gerist að efnahagslega áhrifin koma strax fram. Eimskipafélagið féll í Kauphöllinni, það þurrkuðust út margir milljarðar af markaðsvirði fyrirtækisins út af þessar uppákomu og þannig væri þetta að tína til bæði hjá stórum og smáum fyrirtækjum þessi neikvæð áhrif. Menn er að velta fyrir sér í þessu sambandi hvaða áhrif hefur þetta á ríkiskassan, fjármálastefnuna, það er fjárlagafrumvarp sem þeir eru með í vinnslu í þinginu. Þetta er atburður þeirri stærðargráðu að tölurnar þær hnikast til í þessu stóra Excel-skjali sem varðveittur upp í fjármálaráðuneyti. Já og svo vinna er þegar farin af stað, ég bara staðfest það. Ég sitt líka í fjárlaganefnd og við höfum óskað eftir því að það mun koma gögn fyrir fjárlaganefnd núna vonandi fljótlega úr ráðuneytinu. Það sem einmitt þetta mat, það sem lagt er mat á stöðuna og hvað áhrif þetta hefur á einmitt þá vinnu sem við erum í akkúrat í dag varandi fjárlög næsta árs og þá þetta stöðuna eins og hún er bara núna. Þannig að það er óhjákvæmilegt að maður fari og í einhvers konar endurskoðun á hlutunum. En maður verður líka að leyfa sér að vera bjartsýn. Við stöndum ágætlega og þannig að þó við setjum þetta sé reyndar áfall eftir áfall sem við erum að takast á við núna, að þá verðum við líka bara vera nóg kjörkuð til þess að takast á við málið og finna lausnir og það gerum við sjálfsögðu í sameiningu. Það var gert ráð fyrir því framlögðu fjárlagafrumvarpi að hallinn á næsta ári yrði 15 milljarðar. Hvaða sviðsmynd erum við að sjá teiknast upp? Hvað er líklegt að gerist? Erum við að sjá fram á meiri halla eða verður gripið til einhvers konar aðgerða til þess að ná balans þrátt fyrir höggið? Ég byrja bara, það er ekki tímabært að ræða þá þessu stígi. Eins og sé við skulum búa okkur til þessar sviðsmyndagreiningar sem er verið að vinna að og þá skoða hvað tækifæri við höfum til þess að bregðast við. Við þurfum líka að horfa á eins og vorum að ræða áðan, vonandi er eitthvað tækifæri í þessu líka að horfa þá á aðra hluti. Þannig að Ertu sammála því að það sé ekki tímabært? Ég held að sé fullkomlega tímabært að þetta undirbúa sig og ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir fjármálaráðuneytið að fara vel í gegnum þetta og horfa í rauninni á allar þessar tölur og ég held í rauninni það að við jafnvel verið komin ákveðna blikur og loft til bara varðandi ferðaþjónustuna, hvort aldrei muni standast og svo framvegis. En það sem að gleymist aðeins í umræðu, auðvitað er þannig að við höfum miklar áhyggjur af starfsfólki Norðuráls. En síðan er fjöldinn allra þjónustufyrirtækjum sem eru, ég ætla að mér að segja lítil og eru með kannski 5-6 manns í vinnu og stórhluti vinnuna tengist þjónustu við Grundartanga og við Norðurál. Og ég hef miklar áhyggjur af þessum fyrirtækjum. Það eru fyrirtæki sem verða fyrir þessum áhrifum strax eins og Eimskipafélagið. Og í rauninni það er komið fram nú þegar og ég hef trúið að þessir aðilar hafi kannski ekki mikla möguleika á að bíða þannig að það má reikna alveg með því að það verði einhverju uppsagnir tiltölulega fljótlega og það mun auðvitað hafa áhrif á til dæmis útsvarsgreiðslur og Akranesi og eiginlega að því að það er nú tiltölulega nýbirt grein hérna frá bæjarstjórnum Akranesi þar sem Akranesi er raun að blása til sóknar. Og ég ætla að leyfa mér að minna aftur á það er eiginlega ótrúlegt með öll þessi áföll sem hafa dunið á skaganum og menn standa keikir eftir og en ég hef áhyggjur af þessum litlu og meðalstóru fyrirtækjum með hvað þetta varðar. Þetta eru kannski tekjur upp á jafnvel 10 milljóna í hverju mánuði þannig að þetta getur hlaupið á 100 milljónir yfir árið. Þessar uppsagnir eru þá yfirvofandi fyrir mánaðamótin núna? Ég ætla nú ekki að segja að það verði endilega fyrir mánaðamótin en ég ætla að segja að leið og myndinni skýr þá reiknaðum með að þessir aðilar muni ég horfa strax í það. Þið skagamenn eru ekkert venlegt fólk, þú og Vilhjálmur Birgisson eru lifandi sönnur þess. Eru ekki sánu það í ykkur? Já, má kalla hann skagamann. Já, það má alveg kalla hann skagamann. Þú varst að vitna til þess hérna. Þið nefnið þessi áföll, við skoðum þessa sögu, Vár fellur 2019 og svo lendum við í COVID-bylgjunni. Síðan eru Grindavíkur uppákoman öllsömmul og þessi stríðsátök sem miðlast hérna inn í okkar samfélagið. En það eru þessi áföll, Grundartangi kannski stærsta áfallið en PCC á Bakka.
Elkem á Grundartanga líka og væringar í samskiptum við Evrópusamband út af þeim málum, fall play. Er ekki íslenskt atvinnulíf og verðmætasköpun í hauga sjó? Jú, svo sannarlega, það gefur á. Og eitthvað sem eins og ég var að nefna hérna áðan, eitthvað sem við sáum ekkert allt saman fyrir, alls ekki. Þannig að þess vegna skiptir þetta máli að við séum með sterkan ríkissjóð og þess vegna þurfum að byggja ríkissjóð þannig upp að hann geti tekið á móti áföllum. Þrefaldar skuldirnar eða tvöfaldar skuldirnar síðan 2019? Já, við náttúrulega málið það að einfallega við erum náttúrulega á þeirri vegferð og það er náttúrulega okkar markmið að hafa hennar ríkissjóð skuldlausan. Það skiptir alveg gríðarlega miklu máli og skapa þannig umhverfi að bæði vaxtaumhverfi og verðbólguumhverfi að fyrirtækin geti blómstrað og þá líka samfélagi geti tekið á svona áföllum. En þetta er alveg óvenju mikið, eins og segir, það gefur verulega á og við erum bara þekkt fyrir það Íslendingar að við tökumst á við þetta og við tökumst á við þetta saman og við leysum þetta sjálfsögðu. Já, ég ætla líka bara að nefna það, því að það er auðvitað líka fólkin í þessu ákveðin tækifæri fyrir aðila og ég held að Íslendingar hafa bara sýnt það gegnum tíðina að við erum svona nokkuð áfallaþolin að því við erum að lenda reglu í þessu og þá spretta nú oft upp frumkvöðlar og okkur hugkvæmast að gera hlutina með mögulega öðrum hætti og verða til nýjar atvinnugreinar og svo framvegis. Þannig að ég svona kvíði því ekki allavega að landin láti verkefni verða á stórt. Þannig að ég á nú vona því að út af þessu gæti líka alveg komið eitthvað sem er uppbyggilegt. En hvað eru þið í þinginu að gera til þess að búa þennan jarðveg? Það sem að mér finnst ég sjá koma frá þinginu eru fyrst og næst hugmyndur hvernig megi skattleggja menn hafa meiri tekjur af ferðaþjónustunni, meiri tekjur af sjávarútveginum og þannig mætti áfram telja. Bara í samanburði við Finna sem að eru í miklu andstreymi núna ekki síst út af þessum átökum í Úkraínu og nábýli við Rússa. Þeir eru að lækka skatt á atvinnulíf. Við erum að fara í þveröfuga átt. Já, við erum náttúrulega ástæðan fyrir því að við erum náttúrulega auka hér meðal annars skatttekjur ákveðnum þáttum er það að við náttúrulega stöndum líka fram fyrir því að það er gríðarleg innviðaskuld. Því að við þurfum líka að byggja upp til þess að geta styrkt okkur til framtíðar. Við þekkjum það bara, talandi atvinnulíf á landsbyggðinni með þessa vegi eins og þeir eru í dag og svo framvegis. Við erum hér með orkukerfi sem við þurfum að bæta og svo framvegis. Þannig að það þarf auðvitað að fjármagna þetta allt saman og við erum náttúrulega að finna leiðir til þess að gera það og það er auðvitað tilgangurum meðalans með því að leggja á þessi gjöld og þessar tekjur. Þannig við þurfum auðvitað, þetta er bara ósköp einföld hagfræði, þú þarf bara að búa til tekjur og auðvitað verðmæti og með því að búa til innviði líka til þess að tryggja það að þessi verðmæti geti orðið til. Þarna þarf að vera ákveðin balans eða jafnvægi þarna á milli og við teljum okkur, stjórnin að vera að vinna þannig og ég ætla ekki að draga fjöður yfir það. Ég meina við erum að taka líka við verkefnum sem var byrja að ræða og menn kláruðu ekki og við viljum klára núna sem að eru til þess að mynda að skapa jarðveg fyrir aukna verðmætasköpun. Hvaða dæmi eru það? Já, þeir eru með hluti eins og til dæmis það að styðja við ferðaþjónustuna, vera með ferðaþjónustunni í frekar uppbyggingu. Við erum að fara hér í atvinnustefnu sem er til þess að vinna með atvinnunni því að horfa lengra til framtíðar og byggja undir það. Þá þar líka meðal annars þessi tækifæri. Þarna er við ósammála. Það er naut að koma að því. Já, ég er raun á þeirri skoðun að ríkisstjórnin hafi ekki farið rétt að málum og það hafi verið ómikil áhersla á skattahækkanir og það auðvitað sýndist í þessi veiðigjaldamáli til dæmis. En það sem kannski manni síður sárast er að það er alltaf þessir endalausu frasar eins og verðmætasköpunar haust eða eitthvað slíkt og svo horfir maður á það að vera að tala samráð við greinarnar og svo bara kannast enginn við þetta samráð þegar á hólmenni komið og það er að koma inn eitthvað frumvörp sem eru bara algjörlega á skjönu það sem hefur verið sagt. Og ég vil leyfa mér að segja það að það eru skynsamlegra að horfa til þess að vera bara með betri væntingastjórn. Af því að þegar þú tekur við og það er mögulega hart í ári, þá einfallega birtir þú bara áætlun það hvernig þú ætlar að vinna það út úr þessu yfir skynsamlegan tíma. Af því að ég meina það hefur sýnt sig oft í sögunni að þegar þú skattleggur atvinnugreinar of þá tekur þú burtu hvatan hjá aðalum til að standa sig vel. Því þú upplifir enga umbun fyrir það. Á hverju ættir það að vera að leggja harðar aðeins? Og ég ætla að leyfa mér að segja að þetta er nú tala núna skattasíki hjá ríkisstjórninni og ég held að segja eigi bara alveg ágætlega við
Það búið að vera að breyta hérna skattkerfinu til óhagræðis fyrir bara venjulegt fólk og svo auðvitað þetta varandi atvinnugreinar. Það má nefna sjávarútveginn, það má nefna landbúnaðinn og það má nefna ferðaþjónustuna. Og ég held að það sé rétt hjá ríkisstjórninni að endurskoða þessi áform sín, sérstaklega núna í ljósi þess að það harnar á dalnum og kannski verður við þá bara að lifa við það að við náum ekki þeim markmiðum nema þá í gegnum sparnað á ríkisútgjöldum að verða hér rétti með núli. Sko aðeins bara til að bregðast við þessu. Sko ég að tala hér til dæmis skattahækkanir eins og skattahækkanir sem voru á ferðaþjónustuna og við höfum nú aðeins rætt í þinginu varðandi innviðagjöldin á skemmtiferðaskipin sem við erðum frá ykkur. Við erum líka að tala um sem fjármálaráðurinn hefur sagt að hafi verið misráðið og lagt á í allt og miklum líti. Algjörlega og við höfum núna í fjárlagafrumvarpinu eða sem sagt í þeim drögum sem nú eru og þá erum við að tala um að lækka þau gjöld og höfum rætt í þinginu meðal annars að lækka þau enn meira. Og þið viðurkennum með því að þessi gjaldahækkun hafi haft neikvæð áhrif á greinina? Já, það greinilegt að það gerir það. En ég að tala um það að við þurfum að skoða þetta sem heild og við þurfum alltaf, að því að ég ætla að minnast á skattlagningunum varðandi ökutækin líka. Að því að það hefur nú líka áhrif á meðal annars á ferðaþjónustuna. En þá þetta, eins og ég að nefna, við verðum líka að geta byggt upp og með þá ferðaþjónustunni, hvernig við erum að byggja upp innviðina. Það hvort sem það vegir eða ákveðin ferðaþjónustusvæði og nýta þá fjármagnið auðvitað til þess en það eru til dæmis skattar eins og á ökutæki sem koma frá fyrir stjórnvöldum en við erum að vinna þetta með og þurfum þá að útfæra það og ég bara ekki auðvitað sammála Ólafi með það að það sé ekki samráð í gangi það mikið samtal í gangi og við atvinnuveginni kvarta rosalega þetta var leikur fyrir ráðherra atvinnumála og hún lætur bara hvergi sjá sig. Já, því við ætlum vantarlega að ræða eftir búvörulögin að þá tekjum bara sem dæmi að hún bara verið mjög góð og nánu samstarfi við bændasamtökin og farið landið, veit ég. Farið landið meðal annars með þeim og þeim upplýsingum varandi önnur svona samtök að þá veit allavega frá hennar upplýsingum og þá hún í góðu sambandi en hvort það sé nóg það geta menn að þú diskutera það sjálfsögðu. Greinarnar kvarta undan þessu þannig að það greinlega menn eru ósammála það. Bara eitt Leina skjóta inn varandi þetta. Ég ætla að nefna það því að ég satt nú nokkra þessum fundum til dæmis varandi bænduna og það var mjög gott samkomulag á þessum fundum. Það var bara ekkert verið að ræða neina álögur og greina eða breytingar. Það var ekkert verið að ræða það. Og ég, þú veist, fyrst að ráðherrann eitti svona 3 tími að vera með þessum aðilum á hringferðinni. Af hverju ræddum ekki þessi mál sem að síðan í brennidepli núna? Af hverju ræddum það ekki? Ég ætla aðeins að koma inn á búvörulögin eftir að því að landbúnaðurinn skiptur okkur máli matvælaframleiðslan. En mér langar aðeins Eiríkur í tengslum við skattheimtuna. Þið erfðuð þessar breytingar á skemmtiferðaskipin. Þar sem að menn hækkuðu álögur einhverja 20% og það neikvæð áhrif skipin hægt að koma. Þið farið í þessa vegferð sem allir þekkja varðandi veiðigjöldin og það þetta mikla málþóf sem að verður lengi minnum haft. Þar hafa ykkar forystumenn haldið því fram blákalt, meðal annars hér á þessum vettvangi, að þetta hafi engin áhrif á greinina. Þetta mun ekki letja menn til fjárfestingu og annað, þetta sé leiðrétting en ekki skattahækkun. Dæmið að skemmtiferðaskipunum það eðlis ólíkt miðað við veiðigjöldin á útgerðina. Þegar nú sjáum við að útgerðin að kippa sér höndum í fjárfestingu, segju fólki og annað í þeim dúr. Já, það eðlis ólíkt að því leytinu til að í rauninni þar erum við að tala að nýta skatttekjur af sameiginlegri auðlind. Og þar vorum að tala við getum fara að ræða hér veiðigjöldin, náttúrulega umræðana frá því sumar, þar sem varum að vera að tala leiðréttingar og útreikningu vegna veiðigjalda. Ég veit að maður tala nýtingu og sameiginlegri auðlind. Já, en ég að tala líka leiðréttingu. En spurningin hvaða áhrif hefur aukin skattheimta? Af því að ykkar fólk hefur hafnað í að þetta hafi neikvæð áhrif. Já, sko, ef við ætlum að fara dýpra í þetta, þá getum bara rætt þetta út frá því að útgerðin hefur skilað verulega góður afkomu undanfarin ár. Sumar? Já, sumar, alveg rétt. Ekki allar. Nei, og sannarlega, og það sem við gerum í veiðigjaldafrumvarpinu, að við komum til móts á sérstaklega minni og meðalstór fyrirtæki, af því að við sáum það í rauninni að það er ekki öll fyrirtæki sem að bera ákveðna breytingar. En afkoman hefur verið mjög góð, sérstaklega hjá þeim stærri. Þannig að þá snýrst þetta það að í rauninni að skiluðu þá meira inn í þjóðarbúið. Það er allt öðruvísi samanburður heldur en þegar við erum að tala skemmtiferðaskipin þegar ekki síst þegar við erum búin að vera í ákveðnu uppbyggingu á þessum iðnaði sem það að segja á ferðaþjónustunni hringinn í kringum landið sem skemmtiferðaskipin hafa verið að skila. Að því leytinu til virka það með öðrum hætti. Þannig ég sé það ekki eins og kannski þú ert að það hafi sömu áhrif. En að því við sjáum að þeir eru að kippa svona höndum í fjárfestingu, þeir eru að segja fólki, það augljós sem að haldið verið fram, meðal annars Guðmundur Ari Sigurjónsson og fleiri,
að þessar aðgerðir auki tekjurnar og þá kemur spurning númer 2, ef í ljós kemur að tekjurnar aukast ekki, þú reiðubúin til þess að endurskoða þessa ákvörðun? Sko, ég held að við erum að endurskoða allar ákvarðanir ef það virka ekki. Við sögðum samt sem áður við breytingarnar á veiðigjöldunum að þetta fer algjörlega eftir því sko, hvernig afkoman af greininni, vegna þess að þetta tengt afkoman og gjöldin. Þannig að við verðum að skoða í því ljósi líka að sjálfsögðu. Þannig að já, ég held að við getum það var réttlætanlegt að fara í þessar breytingar. Mér finnst sjálfsagt eðlilegt að ef það hefur neikvæð áhrif, og ég sagði það meira í þinginu, ef þú getur með svo skoða ræður sem ég flutti þar, að ef til kæmi að þá fara menn með byggðastofnun og þeim aðilum sem geta aðstoða í það að skoða hvað áhrif, sérstaklega vorum að ræða hér áhrifin á sveitarfélögum. En ertu sannfærður að þetta muni auka krónurnar í kassanum upp á? Já, ég sannfærður það, en við skulum eins og segja, eins og með alla skattlagningu og aðra, og eins og ég talaði hér líka í upphafi samtalsins, ég meina þetta spurning ákveðið jafnvægi sem þarf að vera til staðar upp á það skili sér. En nú hafa aðstæður gjörbreyst á skömmu tíma. Norðuráls-áfallið stærsta breytingin, en það eru breytingar hjá PSI á Bakka, Plegir farið ferðaþjónustunni í mótbyr. Þingið að fara að breyta eitthvað takt? Ætli það verður gripið til einhverja sértækra eða nýrra aðgerða til að mæta þessu, eða verður þetta á góður íslensku business as usual? Nei, eins og ég sagði áðan, bara endurtaka mig svolítið fyrir ekki að þá snýst þetta það í rauninni að við erum að fara eins og onni þessar hluti eins og þeir eru núna. Þetta áfall sem kemur bara þegar það eru 3 sólarhringar síðan að kom varandi Norðurál. Við erum búin, sko, það var settur á stað vinnuhópur varandi álverið á Bakka og hann að skila sér tillögum í vikunni sem erum bara í mjög góð sátt við bæði fyrirtæki og ekki síst samfélagið, þar að segja við sveitarfélagið, og þar sjá menn tækifæri til þess að vinna áfram. Þannig að stjórnvöld eru að bregðast við. Þegar við tölum aftur með Norðurál, þá erum við bara ekki komin af stað, við erum komin af stað, en bara þetta er svo stutt síðan þetta gerist. En þér finnst ekki gott í greina að gera svo finnandi bara að fara í almenna skattalækkanir til að reyna að örva hagkerfið? Ég útiloka, ég reyni ekki mína skoðanir svo að við þurfum að bregðast við bara eftir til hvað hentar samfélaginu best, og það erum við alltaf að gera, og það gerum við erum þekkt fyrir það að bregðast við þegar að koma áföll, og það gerum við að sjálfsögðu líka. Hvað vil Sjálfstæðisflokkurinn gera í þessu? Já, bara kannski svo við komum aftur á þessu sem þú varst að nefna varðandi veiðar og vinnslu, þá ætla ég að segja það að það var auðvitað alveg augljóst að stjórnarliðar ætluðu hreinlega að berja frumvarpið í gegn eins og það var í upphafi. Og ég vil nú leyfa mér að segja það að þó að við höfum ekki mikla gagnrýni fyrir málþófið, þá var það auðvitað þannig að það var verið að kalla eftir spurningum og kalla eftir svörum, og það fengust aldrei svör við þeim spurningum. Og ég ætla að leyfa mér að segja að nefndin gerði ágætlega í því að breyta frumvarpinu. En það var eftir, menn geta bara horft á tíma sem leið. Það var eftir ég ætla að segja, bara mjög grjótharða stjórnarandstöðu. Og það sem, þegar menn að ræða að afkoma greinanna sé góð, þegar út að tala til dæmis um uppsjávarfisk, þá getur það átt, og við höfum bara séð það núna á síðustu árum, þá getur þetta átt góð ára, svo koma mögur ára á milli. Og það er ekki hægt að horfa bara á bestu árin. Og það er líka atriði sem við þurfum að velta fyrir okkur að íslensku sjávarútvegur, hann er auðvitað í alþjóðlegri samkeppni, og okkar fyrirtæki, stærstu fyrirtækin okkar hér, eru rauninni dvergar, og við þurfum í rauninni að hafa samkeppnisefni þá gagnvart auðvitað erlendum mörkum. Og svo vil ég bara segja þetta, því ég er nú þingmaður Norðvesturkjördæmis, að mér þótti mjög sárt að þegar maður var að ræða þessi litlu og meðalstóru fyrirtæki, að það hreyfði greinilega ekkert við stjórnarliðum, þó maður væri að benda þeim á að það væru bara þó nokkuð margir sem væru bara að velta því fyrir sig, hvort er þetta nennastandi í þessu, 1 ár enn, og ég þreytist ekki á að minnast á það eins og til dæmis á Patreksfirði. Þar ertu með svo ánægilegt að maður kom þar í kosningabaráttunni. Fallegasta sjávarþorp. Já, ég veit að þú ert mjög hrifinn af Patreksfirði, en þar ertu með aðila, og þau voru einmitt þau voru þakka það að laxeldi væri komið. Og maður spurði á okkur, er það ekki minna fyrir ykkur og svo framvegis? Já, það þýðir mögulega aukin umsvif fyrir okkur. En það sem kannski skiptir meira máli er það að nú getur maður að fara að taka ákvarðanir fyrir sitt fyrirtæki einvörðungu. Þannig ég þurfi ekki að horfa til þess að vera með bæinn á bakinu. Af því að flestar ákvarðanir sem við höfum þurft að taka hér, það snúa því hvort að bærinn lifir eða deyr.
og það finnst mér svona bera vottuð að við höfum kannski verið komin heldur langt og það sem er erfitt með að skilja, til dæmis hjá stjórnvöldum, þegar maður er að benda þeim á að þú ert, ef það hættir útgerðaraðili í svona minni bæ, þá hafa menn enga tíma til að bregðast það, því hér var nefnt byggðastofnun. Þú ert bara hann og seinn. Viðkomandi aðili selur bara einu sinni og það gerist ekki því að það sé sendt skeyti til Hönnukötu í atvinnuvegaráðuneyti og sagt, við erum að fara að selja, ætlar að gera eitthvað í þessu. Það verður bara selt og menn átta sig á því daginn eftir. Það sé búið að selja kvótann burtu frá bænum. Ég heyri frá kvótamílurum að það eru mörg fyrirtæki sem eru að reyfa seglin. Á hverju myndir ekki gera? Þú veist hvað þú farið í dag. Þú er ekki hugmynd hvernig framtíðin verður. Og það er það sem við vorum að kvarta yfir líka. Það er verið að búa til í rauninni, það vantar fyrirsjáanleika. Þannig að það er verið að minnka fyrirsjáanleika í greinni. Það er kvartað þessu undan í, Eiríkur, ég veit að það er ekki á þína ábyrgð, það er kvartað til þessu undan línuívilluninni sem að hefur skipt máli og er í raun og veru byggða að gera mörgu leyti. Að menn kvarta undan fyrirsjáanleika, það er að kerfið virðist einhvern veginn virka hægar og það er ekki teknar ákvarðanir sem að menn eiga von á. Við sáum það líka með strandveiði sjómennina sem að voru auðvitað að sækja sjóinn í sumar og óvissan vegna upplýsingaóreiðu eða misvísandi skilaboða frá stjórnvöldum reyndu mjög á svona taugarnar. Já, ég meina fyrirsjónleiki, ég get ekki verið meira sammála það heldur það að fyrirsjónleiki skiptir þetta gríðarlega miklu máli, sérstaklega út í rekstri. Og það er þetta umhverfi sem við þurfum að stilla þannig að menn hafi, voru ég að tala um í víðu skilningi. Algjörlega. Ekki bara út frá einstökum málum. En það þurfti ekkert veiðigjaldi til þess að menn væru í viðskiptum með kvóta á milli sveitarfélaga. Við þekkjum nú bara sögu sjávarútvegs á Íslandi, hvað það var það. Og þannig að við getum og verðum í rauninni að rýna þá í rauninni heildarkerfi sem við erum með. Hvort það sé ástæða til þess, ég kannski ég ætla ekki að fara að leggja það til hér, en í rauninni þannig að við þurfum alltaf að skoða heildarmyndin í þessu. Það þýðir ekki að horfa á þetta einstök dæmi, en ég deil alveg þessu með Ólafi með það að þegar maður að horfa á einstök samfélög, ég meina ég hef verið að reka náttúrulega sveitarfélög og veit alveg að það þarf oft ekki mikið til, en þá skiptir þetta líka máli að menn komi til mótsöðu og það tel ég okkur hafa verið að gera. Hvernig við unnum máli í þinginu í sumar og við lögðum okkur fram í atvinnumálanefndinni við að gera það. Færum okkur í aðra atvinnugrein, búvörulög. Nú standa fyrir dyrum breytingar á þeim, það hefur verið hart tekist á kerfið meðal annars út frá afurðastöðvunum. Við erum að skoða þetta út frá umræðunum samkeppni, samkeppnishæfni íslensks landbúnaðar, tollavend og annað sem að frjálslyndir flokkar tala gegn. Það er nú oft talað innflutning á erlendum ostum sem að við erum nú örugglega öll hrifin af. Þið eru að boða Þú eru að halda góða ræðum það. Já, og mun halda margar, sérstaklega franska osta. En það maður heyrði á bændum að þeir eru uggandi. Það eru ýmsar breytingar í farvatninu sem að menn óttast að mun hreinlega hafa mikil áhrif á vöruverð á Íslandi, á smjöri, mjólk og öðru slíku. Nú búið að leggja frumvarpi fram í samráðsgátt og það átti ekki að koma neinum óvart svo sem hvernig það var. Ráðherra var búin að kynna það, hvernig það lagt fram. Nú erum við að fá, síðastir kíkti í morgun, þá voru konar 10 umsagnir og mér finnst þetta mjög lýðræðislegt og mjög gott fyrirkomulag í rauninni að það lögð fram tillaga í formi frumvarps. Svo færðu athugasemdirnar. Ég ekki gleyma því að í upphafi náttúrulega á sér stað einhvers konar samtal og byggt á rauninni á gamalli reynslu, svo við farum alveg á byrjunina og síðan á sér stað þetta samráðsferli og nú erum við stödd með málið þar. Ég fór gegnum þessar umsagnir og þær eru margar, þær eru sumar ólíkar. Jákvæðar, neikvæðar eftir hvernig maður lítur á það persónulega. Misítarlegar. Já, misítarlega líka. En núna það náttúrulega verkefni ráðuneytisins að fara yfir þetta og í rauninni þá að endurskoða frumvarpið, hvort með náttúrulega leggja það þannig fyrir þingið óbreytt eða með breytingum eða þeim óskum sem þar koma fram. Ég hef náttúrulega heilmikla trú bæði á ráðuneytinu og á ráðherra að fara mjög vandlega onni í þessar athugasemdir og ábendingar. Sumt af þeim er þekkjum þá bara úr samtölum, en línan er nokkuð skýr. Við viljum vinna þetta þannig að bændur, eða sem sagt að virðiskeðjan sé þannig að bændur njóti meira af virðiskeðjunni. Þetta komum við kannski ekki alveg nógu vel út mér. Sem þýðir þetta það að við þurfum að tryggja
við tölum þetta fyrir frjálsum markaði. Við tölum þetta fyrir því að það sé frelsi. En það þarf líka að vera einhver regla það hvernig við gerum þetta þegar kemur að samkeppnismarkaðanum og hverjir eiga í rauninni að hafa frelsi til þess samkeppnisívilnun eða ekki. Og það það sem það frumvarpi á að tryggja, allavega markmið frumvarpsins, ef það þarf að sníða einhverja agnúð af því, þá gerum við það fyrst náttúrulega vonandi inn í ráðuneytinu og svo fáum við það inn í atvinnuveganefnd til þess að vinna með það áfram og ég hlakka bara til að fara yfir það. Hvernig horfir þetta við ykkur? Hefur þú heyrt í bændum þessar breytingar? Já, ég heyrði náttúrulega kannski aðalega í bændum það leyti sem að þetta var að koma fram í samráðsgátt og þá var þetta að byrja á því að nefna að það hefði ekki verið haft samráð við greinum hvernig þetta skildi lítið út. Það sem kemur auðvitað mér mest á óvart er að ráðherrann einmitt búin að vera í þessu ferðalagi með bændum að menn skulu ekki hafa geta rætt svona kannski meginatriði málsins. Þannig að þegar að gagnrýnin kemur fram til dæmis frá bændum það sé verið að fara til dæmis í mjólkina að það skulu ekki þau að sá misskilningur eða svo aðgerð skuli hafa komið bændum á óvart. Það segir mér það hefur ekkert samráð verið haft við greinina og þetta upplifir kannski það nákvæmlega sama og ég að upplifa til dæmis eins og með sjávarútveginn. En auðvitað í grunni erum við held ég öll sammála það að við viljum hafa öfluga matvælaframleiðslu í Íslandi og þá að bændur geti lifað af því sem þeir eru að framleiða. Og til þess að það geti orðið þá er þetta verða menn, við horfum bara á hvernig staðan er á Íslandi. Ég meina við erum norðan við heimskautsbauginn nánast og þú veist það getur verið erfiðar að framleiða hér á Íslandi heldur en annars staðar og þá verðum við með einhverjum hægt að venda þá framleiðslu. Ég vil þá nefna líka í því að við viljum að bændur njóti góðs af, við viljum líka neytendur njóti góðs af og þá þurfum við einhvern veginn frá því að bóndinn er búinn að framleiða og þangað til að neytandi færi í hendurnar, þá verðum við að reyna að hagræða eins og við mögulega getum. Og ég held að það hafi verið kannski verkefni okkar og það var þetta sársökafullt oft eins og til dæmis bara í kjötinu. Ég meina það verið að leggja af til dæmis sláturhús út á landi og menn er að reyna að hagræða greinin eins og nokkuð kostur er. Og það er sársökafullt en það þarf samt að taka slíkar ákvarðanir og ég held að besta leiðin í því er að búa til stærri einingar heldur en við erum með í dag. Og þá verðum við líka að horfa á einhverju raunsæi og hvernig samkeppnisreglunar eiga að vera slíka hluti. Ég er fylgjandi í samkeppni, ég bara átti til dæmis minn rekstur undir því að hér væri öflugt samkeppniseftirlit og þakka í raun fyrir það. En menn verða samt að horfa á þetta. Við erum líka í samkeppni þá við innflutta vöru og þar erum við ekki að tala neina dverga. Við erum að tala samruna sem að jafnvel tekur fram allir í mjólkurframleiðslu á Íslandi sem hefur nýlega orðið í Evrópu. Þannig að við verðum að horfa á hlutinu með einhverju raunsæi og þá skiptir þetta máli líka að það sé gott samstarf á milli greinarnar og yfirvalda. Eitt af því sem hefur verið heimilað fram til þessa, ef ég skil þetta rétt, er það að þessi stóru mjólkurframleiðendur hafa mátt samnýta akstur landið til þess að dreifa vörum. Samkvæmt frumvarpinu það verður tekið fyrir það. Nei. Samkvæmt frumvarpinu. Nei, það kemur einmitt fram í frumvarpinu að söfnunarskyldan er ennþá til staðar. Það er að segja að menn þurfa að tryggja það að það sé safnað mjólk áfram með þeim hætti sem verið hefur. Þannig að það er ekki að útiloka það. En fyrirtækin samkvæmt þessu frumvarpi munu þurfa að keyra á 2 kerfum í staðinn fyrir 1. Það segja bændurnir þeir. Já, þá er hvort sem það er misskilningur í gangi, allavega markmið með þessu er að tryggja það að það sé söfnunarskylda áfram eins og verið hefur. Þannig að það er þá allavega nýtt fyrir mér, en það er á að tryggja það. Eins líka varðandi verðlagning á mjólk, það er ekkert verið að leggja niður verðlagsnefndina, það er verið að tryggja það að mjólkin verði áfram með þessum hætti. En þetta snýst mjög mikið það í rauninni, eins og 71. grein, hún frægur þessi 71. grein, alltaf, að með að taka hana út, og það er búin að eiga sér mikil samrunni í mjólkuriðnaði, neytendur til góða, og ég vil bara taka undir með Ólaði með það, að við þurfum að horfa á neytendur í þessu samhengi líka, við þurfum að horfa á alla keðjuna, að þá rauninni þetta frumvarp mun ekkert í rauninni stoppa það og við höfum auðvitað verið að kynna okkur það til dæmis eins og nýjir aðilar sem eru á markaðnum eins og Arna í Bolungarvík, þetta á ekkert að hafa áhrif á þau. Það skiptir gríðarlega miklu máli að til dæmis fyrirtæki eins og Arna
En myndi þetta hafa jákvæð áhrif á stóru fyrirtækin því að það er oft reynt að draga frá mynda að þetta séu einhverju vondir aðilar á markaðnum en Mjólkursamsalan og Kaupfélag Skagfirðinga í sinni framleiðslu eru þetta burðar ásætnir í þessari framleiðslu þrátt fyrir allt. Já, en það eins og eins og það er lagt fram núna, vissulega það þá fari í gegn og það er athugasemdir sem koma eða er eitthvað sem manni yfirsést í því en þetta á ekki að hafa áhrif á slíkt sko. Þetta þið náið sáttum þetta í þinginu og þetta rennir ljúflega í gegn án málþófs. Það er aldrei vandamál á milli okkur Ólafs. Nei, en þið eru bara 63 en ekki 2. Nei, við Ólafur leysum þetta, þá leysum við það bara á kaffistofunni. En ég má bara svara fyrst sko, að við vinnum þetta náttúrulega þannig að við viljum þetta samtal. Og það er mjög mikilvægt þetta samtal sem á sér stað í þinginu og mest að vinna fyrir þetta fram í nefndunum. Þannig að það skiptir þetta máli að við vinnum þetta bara vel og örugglega og vöndum okkur. Það skiptir máli bara fyrir þennan mikilvæga innan. Já. Verður friður í þinginu með þetta fjárlagafrumvarp sem að, ég leyfi mér að fullera að sé að einhver leiti uppnámi út af þessum uppákom á Grundartanga. Verða öll dýrin í skóginu vinir við þessar erfið aðstæður? Ég held að við séum kannski ekkert í grunninn einir óvinir. Ég held að sé í kannski bara frekar þannig að við erum ósammála í málum og þetta getum við rætt á breiðum grunni. Mér finnst alltaf gamansamt að það var nú einn góðum maður í þinginu sem nefndi það að við í minnihlutanum yrðum að sætta okkur við það að meirihlutin mætti semja vitlaus lög og meirihlutin mætti samþykkja vitlaus lög á þess að í rauninni við hefðum nokkuð það að segja. Þannig að þetta var nú eitt af því sem féll í málþófinu góða. En ég vil bara segja að auðvitað skiptir mestu máli að við vinnum þessi mál eins vel og við getum. Þannig að pólitísk markmið, við munum auðvitað reyna að stöða það sem okkur finnst algjörlega galið. Og reynum okkar besta í því en það er auðvitað þannig að Eiríkur og félagar eru í meirihluta í þinginu þannig að þau ættu væntanlega geta komið sínum málum í gegn en við reynum auðvitað að búa þannig um hnútana að lágmarka þá tjónið ef að verður tjón eða allavega þá að lögin verði eins vel úr garði gerð og nokkur kostur er og þar höfum við þetta ákveðin grunnprinsip til dæmis í Sjálfstæðisflokknum. Við viljum auki frelsi og svo framvegis. Þannig að við munum horfa til okkar gilda og reyna að koma þeim fingraförum á þessi frumvarp sem er þá samþykkt. Við munum fylgjast náið með þessu alveg ábyggilega. Eiríkur, þú mátt koma kveðju til utanríkisráðherrans og hvetina til að mæta hér á þennan vettvang. Við erum orðin þreytt á því að geta ekki átt samtal þau mikilvæga mál sem hún fer fyrir þessa dagana. Þú þarft ekki að senda í gegnum mig, menn að þú senda bara beint í við. Ég veit að þú berðir mig kveðjuna persónulega. Eiríkur Björgvinsson og Ólafur Adolfsson. Takk kærlega fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Við látum þættinum lokið að þessu sinni með þessum orðum. Við þökkum ykkur fyrir samfylgdina. Við óskum auðvitað konum til hamingju með kvennafrídaginn mikla sem nú stendur yfir. Ég minn ykkur líka á allt það góða efni sem við erum að framleiða hér innan fjölmiðla samsteypunar Árvakurs, menningarvefurinn okkar öflugur sannarlega. Mokka appið er eitthvað sem allir eiga að vera með í símanum og ég minn ykkur sérstaklega á auka þátt að dagmálum sem að fer í loftið hér á vefnum fyrir áskrifendur á sunnudaginn. Þar er á ferðinni stórmerkilegt viðtal í tengslu við það að við minnumst þess núna að 30 ár eru liðin frá hinum hörmulegu atburðum á Flateyri. Þið fylgist með því á sunnudaginn og ég hlakka til að sjá ykkur hér að viku liðin. Verið þið sæl.